Ringluðu hlustendur, þið eru að hlusta á kvikmynda og sjónvarpslaðvarpið Tveir á toppnum með okkur blaðamönnunum Oddi Ævari og Tóta. Þetta þáttur 92 taka 2. Já, fyrir viku síðan þá tókum við upp það sem átti að vera þáttur 92 og hann vistaðist ekki og varðveittist, þannig að Erum við vestu hlaðastjórnendur landsins? Nei, við erum það ekki, en við erum kannski svona tækni fötluðustu eða svona Já, við kannski auglýsum eftir tæknimönnum, tæknifólki sem til í aðstoð okkur. En já, það fór þarna alveg svakalega hress og góður þáttur 92 1,0 fór forgörðum og mikið Arnar Tómas, það annað skipti röð sem hann mæti sem gestur í Tveir á toppnum og þættirnir gufu upp, hann var hérna líka áramótin. Tengist þetta ekki honum? Ég sagt að svona á meðan við erum ekki búin að rannsaka þetta dýpra þá svona beinast böndin að honum, en sjáum til hvort að þessi þáttur skilir sér á veiturnar. Já, við spurðum gerugreindina hvað var að gerast og Rödde gerugreindina. Hún sagði okkur að þetta væri líklega minniskortið sem við varum að nota og svo hugbúnaðurinn í græðin okkar og Rödde græðinni. Og við erum búinir að kaupa nýtt minniskort en ekki búinir að uppfæra hugbúnaðinn. Nei, við erum að taka séns. Já, alltaf að taka séns. Já, þetta hlýtur að ganga í þetta sinn. Þetta hlýtur að ganga. Já. Tölum allavega eins og það sé alveg gefið. Já. Þannig að við erum hérna á 3. hæðinni á Rekus á Hafnartorgi í fundarherbygginu sem við breytum í hljóðver einu sinni í viku og þetta er sem sagt 50. 3. apríl síðdegis, hún er hvað, klukkan er ekki eins og 5? Hún er ekki orðin 5. Nei. Og 25:05, við erum ofurinn snemmáfærinni. Já, geðveikt viður úti. Já, og ég veikur, þú ert veikur, og classic. Já, og þú náttúrulega hvað, ég hætti að tala um þessum blaðamann, hvað ert orðin, fréttamaður, sjónvarsfréttamaður. Jú, þú er að treat me with respect. Já, jú. Nei, þetta er bara, ég er bara að prófa eitthvað nýtt, prófa að vera í kvöldfréttum, stöð 2 og búið til kvöldfréttir og eitthvað svona. Já. Og sjá hvernig það gengur. Já. Og bara ég verið að prófa þetta. Já. Það getur verið gaman. Ég mæli satt með að ég haldi alltaf áfram að kalla þig blaðamann sko. Já, það ekki það. Það er svona reglívar hugtaki yfir allt þetta. Ég hugsa alveg þannig mig sko. Þú veist, fréttamaður, blaðamaður, þú veist, ég veit ekki alveg. What's the fucking difference? Já. Það er það sem ég hugsa. Og blöðin séu einlega dauð. Já. Morgunblaðið á heimildin eftir. Og við skipta blaðið. Sko, ég er smá sár núna, Dóti. Ég er að hugsa það hvað síðast þetta var skemmtlur. Já. Og þetta er annað sinn sem þetta gerist. Við tókum við risa áramóta þátt með Birni Inga og einhvern fleirum legendum, Dóru og Arnar og Tómasi góðsögnum og það flög ekki heldur upp. Við erum að lenda mega vandræðum og við erum alltaf að bíða, ég er alltaf betur ef við færum stað 100 staðnum sko, þá ætlum við ætlum að blása í eitthvað svona ammali, eða ekki það? Jú, en við erum alltaf við tökum alltaf svona skref aftur og bak reglulega, þannig að ef þessi þáttur virkar og fyrir lofti, þá eru 8 þættir í 100, vantarlega. Nefnilega, já, sem eru það, hvað er það, 2 mánuðir? Já. 2 mánuðir, erum við að fara að halda upp ammali okkar í júní? Já, ég hef nú gert það í 54 ár, sko, haldið upp ammali mitt í júní, þannig að það er mjög geðvægt. Vá. Heyrðu, en þetta, þátturinn, við getum náttúrulega ekki endalaust að velta okkur upp úr því að þessi þáttur fór eins og hann fór, en við hendum inn á toppfólk, einhverju svona skýrslu Facebook og svo sett, í það er náttúrulega lykilatriði og aðalatriði í þessum þætti sem 892 var Björk Eiðsdóttir beðin afsökunar á því að í þætti 91 þá spoiluðu fyrir henni adolescence í óþökk Kolbrúnar Bergþórsdóttur sem var hér gestur og gerði athugasemd við hversu fjálglega við töluðum einmitt. Ok, og hún var beðin afsökunar á því í þættinu sem fór ekki í loftið og hún gerði kröfu áþreifanlega afsökunarbeiðni og hún fengi opinber afsökunarbeiðni sem að heyrðist þannig að ef þessi upptaka tekst þá er Björk Eiðsdóttir stórvinkona að tekja á toppnum enn og ítrekkað en samt í fyrsta skipti beðin afsökunar á því opinberlega að við höfum gefið upp í þætti 91 að öll tímali væri tekin að því að drengurinn væri morðinginn í fyrsta þætti adolescence. Einmitt. Þannig að nú spoila ég Já, það er mjög gott spoilaðis aftur en ég minna það er hvert einasta mannsbarn búið að
sjá þess að þetta. Já, myndi maður halda, en ég var eitthvað þvælistur á Netflix gæra fyrir þetta og þá var hann ennþá í fyrsta sæti á Íslandi. Já. Adolescence, þannig að það var fólk vantilega ennþá að horfa. Þáttur nokkulega slóðu gegn, ég veit ekki hvort að þú ert búin að sjá það, en hlustendatölunar eru unbelievable. Já. Ótrúlega margir að hlusta, en það voru með Kollu Bergþórs. Geggjaður þáttur. Já, sem að hún veri ekki bara fá ekki fastræðingu hjá okkur núna á næstunni, hún alveg ákveðin að skrifa sér út á hádegismóðum með helgapislunum sínum. Já, akkurat. Ég ætla að segja eitthvað geðvikt sem man ekki hvað var. Nei, en Adolescence náttúrulega bara, þetta ótrúlega svona víðfeðmur slagkraftur og hvað þú hlóst nú heljar mikla svona, hvað kallar maður þetta ekki fréttaskýringu á Vísi? Já, það er ekki fínt. Við talaðum eitt sálfræðing og svona eitt foreldri. Mjög áhört, mæli með þessu inn á Vísi, ef að fólk googlar Vísi og Adolescence, þá ætti þetta að koma upp. Og líka held ég sem er mjög sko, það er að reyna að útskýra emojiin, þessi tjákn sko. Það þau við Gen X búmerarnir virðust ekki alveg skilja hvað tjáknin táknar sko. Nei, nákvæmlega, en svo er líka ég veit ekki hvort þú varst að sjá það á Twitter sem heitir núna X og eins og við vitum er svona nasista vettvangur, mikill þar segir Stefán Máni rithöfundur, hann skrifar fyrir 2 dögum síðan, ég get ekki hort á Adolescence vegna þess að þeir eru rasískir, anti-white. Er hann ekki reynið að vera kaltaðin eða vera fyndin? Ég held ekki sko, ég er ekki alveg svo viss sko, ekki það ég ætla að ræja minn besta mann, ég elska bækundana sko, bara hann að það komið fram sko, en svo segir Tómas góðvinur þáttarins sem að kalla sig Tommy Townelg á Twitter, hann segir, ég held að þetta væri nafnlaus aðgangur, nei, þetta er Stefán Máni. Þá svarar Stefán Máni og hann segir, fokkaði þér aumingi. Þetta er alveg en hann var í mjúkaliðinu sko, kallaði sem fyrsta sitjandi, hann var svona Stefán Máni? Já, alveg skrifað langar greina fólkum að allt klám sé greitt vændi eða nauðgun eða eitthvað, ég man ekki hvað sko, en er hann áhugavert ef hann er gone full blown Elon Musk sko, af því að Musk er náttúrulega búin að vera að predika þetta og halda því fram að stungumálið í Adolescence byggt á raunverulegumáli þar sem að það var þeldökkur drengur sem að stakk jafnveldur sína en það mál sko, það var nú held ég bara tökur voru byrjaðar ef ekki búnar sko, á Adolescence þegar það mál kom upp sko, þannig að það fellur sjálft sig sko. Akkurat, Stefán Máni er semst á þeirri skoðun sko. Já, bara for reals. Já, hann segir Netflix myndi aldrei gera þetta þessum svartur úlingu veri gerandinn. Það er eitthvað rangt sjúklega meðvirt við þá staðarind. Woke er vírus, meðvirtu lígi. Já. Þannig að áhugavert. Já, þetta er áhugavert. Það er magna hvernig fólk getur þróast. Já. Nei, skoðan þetta er líka áhugavert sko, því að svona ef við förum í kenningabók Jakobs Bjarnars félag okkar, þá sko þá eru sérstaklega rithöfundar svona frekar uppteknar að halla sér af vókinu sko, af því að þú verður sko, öll menningarelitan og öll súmafi er náttúrulega sko ist til vinstri sko og er góða fólkið, þannig að það er aldrei svona ekki þótt kannski líklegt til þess að keyra upp sölu á bókum að gangi miðflokkin eða eitthvað það hann lengra allir herri sko. En Stefán Máni er ekkert eðla góður rithöfundur. Mjög nýjasta bókina er alveg gegn, fíla hann í bóð. Dauðu ég man ekki hvað hann hétt. Dauðu hans óvissi sími. Já, nákvæmlega hann. En Tóti, hvað viltu tala um í þessu þetta? Við getum náttúrulega ekki einhvern veginn bara loka augunum fyrir því og afnýta því að Val Kilmer dó 1. apríl. Verður hann ekki eiginlega að fá þennan þátt bara? Jú, algjörlega. Ég held samt sko að við hættum bara svona Ég spáði nafnin á þættinum sko. Hvort við láta bara heita Val Kilmer. Já, ég var nú búin að gefa hann nafnina. Val Kilmer og uppbót og upprifun á þættinum sem hvarf. Já, geðugt. Já, svo mynda Val Kilmer. Hljóma vel. Já, en skulum bara sópum upp bara svona mikilvægastu upplýsingu sem að fóru forgörðum á minniskortið sem uppfyllir ekki Evrópustaðla.
hann alltaf Reacher kláraðist eða var að klárast á Prime já, var ekki bara núna á 5. daginn ég á eftir að horfa ég á eftir að klára já, nei, bara ég á nokkra inni ég á 2 eða 3 inni að því bara, mér hef bara fundið því að vera á kafi það er White Lotus, það er Daredevil það er svo mikið í gangi einhvern veginn eitthvað fleira, ég er náttúrulega búin að vera mjög duglegur að fara í bíó svo Severance varst eitthvað að tala Severance, ég var að reyna já, við tölum það náttúrulega í síðustu viku Invincible, það er svo margt sem við tölum í síðustu viku já, og nú vantar Arnar Tómas til andmæla hann var svolítið að taka þig niður hún er fast Invincible surfaði hrifningabylgjuna alveg hún er fast Invincible vera orðið of mikið bara eins og ofurhetju þættirnir og myndirnar sem að það hefur verið að reyna svona gaggrina og betra bæta sko sem er alveg, þú veist, það er punktur það er alveg rétt sko og já, og hvað sagði ég sagði við hana, þú veist, mér finnst þetta að vera eiginlega svona óhjákvæmilegt, skilur þegar eru svona óhverju þetta þá bara verður þetta einhvern veginn, þú veist, þetta endar alltaf í þessum klísum. Já, þetta er náttúrulega kannski svolítið svona þröngur stakkur í rauninni sko en já, Reacher allavega, já, hann kláraðist. Og ertu búið með þetta? Já, ég er búin að horfa á þetta jafnóðum. Hvernig fannst þér? Þetta er bara, þetta var brókslega góð serja. Já. Mjög góð og það er bara búið ákveða að taka upp seríu 4 bara núna, þeir byrja bara í sumar. Þetta er ógeðslega gott koncept, hann er ógeðslega góður í þessu líka. Hann er alveg, já, það er svona... Er það ekki? Jú, hann fyllir allavega út í hlutverki, sko, og er svona bara, kannski þetta er náttúrulega massa kökull og allt það, sko, og kannski ekkert með rosalega, kannski svona breytt sem leikari, en hann er allavega búin að gera einhvern veginn, hann er bara búin að taka Reacher og óna hann, sko, og við heyrir svona flestir sem hafa verið að lesa spækur í 20 ár, séu bara alveg búin að taka hann. Akkurat. Takk í sátt, hann er bara Reacher orðin svona og frábært bara að fá meira af þessu. Það er líka svona, ég sá eitthvað listængstar okkur við daginn, sko, það eru svona góðir þættir sem að fólk er að horfa á, sko, af því að það fer ekki endilega hátt, sko, en það eru samt á rosalega margir að horfa á Reacher og Boss og þetta dót, sko. Þú verður samt ekkert varveitin einnig umræðu einhvern veginn. Mér finnst þetta að vera svo mikið, sko, hvað segir maður, ekki guilty pleasure, ekki guilty, sko. Þetta er bara svo mikið svona pleasure, þú veist, mér finnst ég alveg geta gleymt lífið mínu og bara slögt á mér og bara svona búm, dotti inn í þetta og maður bara svona, þú veist, það er alltaf eitthvað mysteria og þú veist, eins og við vitum og þú veit, þetta er miklu betur en ég hafði lesið bækuna, þú veist, Reacher er alltaf á nýjum staði hver einu seríu, alltaf nýja personur. Hann er heimilislegur. Já, það er svo geðvikt, þannig að þú veist aldrei hvað er að fara að gerast í fyrstu seríu. Nei, í fyrsta hætti. Já, og það er kannski svolítið kannski talið vera þessum þáttum serjum svona til vansa, þá er aldrei sömu, þú veist, það er bara ein first persona, það er bara Reacher, það er alltaf, þú veist, skipt personugalleri nema þeir leyfðu sér að hafa hana Nigli, sem var besti undirmaður hans í 110. herdeildinni, hún er búin að vera í öllum þessum 3 serjum og er að fara að fá svona spin-off. Alveg rétt. Já, mjög töff gæla, Maria Sten heitir hún og er dönsk. Já, ok, leikona. Já, sem leikur Negli, sko. Það er magnað. Já. Það er magnað. Og Alan Hanriksson sem að leikur Reacher, hann er San Kristín og er eins og ég búin að vera edrú í 6 ár. Heyrðu, ég nefnilega að googla þetta. Þú ert að tala gæða sem að leikur Reacher, eða ekki? Ég googla hana, því ég hafði svo miklar áhyggjur að því að hann væri trumpisti. Já. Skilju, ekki mikla áhyggjur. Ég bara hugsaði að er þetta svona gæði sem er algjörlega insane, eða sem er bara bilaður, svona Mel Gibson level af bilun. Nei, bara kemur ljós að hann er bara algjör topp maður. Hann er alltaf ekki dæla trúaður, fálega kristinn og finnst allt sem að Trump gerir vera óendanlega ókristir. Já, þannig hann hefur kannski bara svolítið svona eðlilega skilning á allavega boðinu frelsarans, sko. Akkurat, já. En já, nei, hann er alveg, þetta er meitt svona, hann er alltaf, þetta er alltaf rautt flagg fyrir manni, einhver er trúaður innan gæslappa, en þetta er bara svona gæði sem að ferur í kirkju hverju sunnudegi og á stóra fjölskyldu og fyllt af börnum og er hættur að drekka og er bara svona frekar held ég með lappinar á jörðinni, sko. Einmitt. Svo er náttúrulega trúin að eiga rosalegt comeback. Já. Eins og nasitar. Já, sem er áhuggefni. Nei, en það sem held ég svo góða við Reacher er að hann er, þú veist, þú er svo örugur hjá Reacher, sko,
svo ég held ég að sagt það í síðasta þætti sko, það var alltaf hægt að koma á hans skrámu sko, hann er bara Terminator einhvern veginn. Einmitt. En þetta er alltaf, vondurkallarnir er rosalega vondir og þetta er alveg ógeðslega gott stöf. Já, ég er nefnilega að fíla þetta í botn sko, þetta er alveg frábært sjónvarpsefni sko, maður er búin að vera rosalega sko, við tölum einmitt í síðustu viku, Tóti, að þú veist, við erum að tala hvað síðasta vika, eða þar síðasta vika, í sjónvarpsheimum. Já. Það var náttúrulega bara risastórt. Þú veist, við erum að tala enda þáttinn, loka þáttinn af Severance. Já. Risastór. Já. Adolescence-dæmið kemur allt einhvern veginn á sama tíma, þriði þátturinn, skilur við, fjóruð þátturinn. Alveg unbelievable dæmið, sko. Já. Og svo bara sópum upp þessu glápi þáttur 7 Daredevil droppaði á miðvikudaginn, þannig það eru 2 eftir í þessu rönni, það eru 9 og svo eru aðri 9 2026, þannig að þeir hljóta enda þá á einhverjum cliffhanger, þetta er nú alveg búið að taka sér svona verður það kölluð sería 2? Já, ég held það sko, en þetta er alveg sama sagan sko. Þetta er ekkert eðlilega gott. Þetta er rosalega gott. Þetta er ekkert eðlilega gott. Já. Bara, þú veist, ég fíla þetta í bótt, sko. Ég man ekki, ég er ekki byrjar, hvort ég var nýbyrjar á 7. eitthvað, en náttúrulega kláran. En bara, þú veist, það er svo mikið breytt í þessum þáttum, sko. Já, þetta er eitthvað leikarnir hafa náttúrulega svolítið mikið að segja og svo náttúrulega eins og Arnar Tómas benti á þegar við vorum að ræða þetta í síðasta þætti sem að mun aldrei heyrast, sko. Að með þess að hann tekur Daredevil, sko, út fyrir sviga í Marvel tróginu sko, og þetta er bara einhvern veginn next level sko, og þetta er einhvern veginn svona ekki með þessa svona kannski ofurhitju slíkju sem er náttúrulega svolítið þykk á Avengers liðinu sko, en það er svo mikill harmur og mennska í Daredevil sko. Svo var samt, mástu sko, leikarinn sem leikur Punisher, hann var eitthvað ósáttur við hvernig það var farið með hans karakter í fyrstu dröfum. Já, hann ætlaði bara ekki að mæta. Nei, hann ætlaði bara ekki að leika Frank Castle þetta vera svona. Sko. Og þetta var rosalega erfið þæng með þess að þau þurftu að endurskrifa það og alls konar svoleið sko. Já, og svona líka það var alltaf mikið talað að þeir alveg að sleppa 2 karakterum úr Netflix, Foggy og henni Karen, já. Og svo verið svona að vera einhvern veginn gerði eitthvað svona málamynda aðgerið til þess að geta allavega sett nöfnir á kreditlistan sko, en það er búið að það var eitthvað svona endurtökum með það ekki. Jú, það var nefnilega algjörlega, þetta var mjög erfið fæðing. Já, og yfirleitt þegar maður heyrir fréttir að það sé verið að skjóta upp og nýtt og svona, þá er það nú helt búðar það ekki gott, en þarna verið þetta nú alveg verið í góðu lagi. Heyrðu, svo er hann Taylor Sheridan að fara að klára sem sagt season 2 af 1923 núna á sundaginn. Þetta er, ég hef sagt það, þetta er svo gefið stöf sko, þetta er náttúrulega Yellowstone origin story prequel, sko. En samt sequel af 1883. Já, og svo er að koma eitthvað 1940 og eitthvað með Kurt Russell og Matthew McConaughey sko. Aldrei, í alvörni tjöfisir snild sko, þetta 1923, þetta er alveg svo gott sko, ég man ekki hvort að sá þáttur kom út sem að ég talaði sko, þetta er svo flott ástarsaga í grunninn sem er Spencer Dutton sko, sem er einhvers konar þá vantarlega forafi eða frændi Kevin Costner sko, sem að er hann svolítið svo töffaragaurin úr Boardwalk Empire sko, þetta er hann fer og berst í fyrir heimsstyrjöldinni svo lengi að koma sér heima því hann fyrir til Afríku að skjóta ljón fyrir Bretana eða eitthvað, og bara sko, þetta er margvelnaður hermaður og ljónaveiðari sem er að reyna að komast heim til Montana áður en að Timothy Dalton bara þurkar út Dutton klanið, bara Harrison Ford og Helen Mirren og allt þetta sko. Wow. Og þetta er væntanlega bara seinni serían, það kemur heldur ekkert meira og það var allt talað þetta eru 8, svo var bara komið í ljós bara í síðustu viku það er verða bara 7, þannig að þetta er síðasti þáttur á sundaginn en hann er feature lengt sko, þetta eru 2 tímar, þetta er bara bíómynda lengt sko. Wow. Þannig að ef ég fæ ekki almennt uppgjör þá verð ég rosalega reiður sko. Þetta verður loka þáttur sko. Og þessi Spencer Dutton karakter hann heitir Brandon Sklenar sem leikur hann, ég veit eitthvað hver þetta er. Þetta er einhver mestu töffari og hetja bara sem við komum fram í sjónvarpi bara lengi, hann er 1923 og þetta er allt svona
svo þetta en hann eiginlega bara á Reacher levelinu sko, ótrúlega góð skitta og góður að slást og bara og svo vondukallandir vitna bara sko að þeir verða eiginlega bara að drepa hann að gaur bara leið og hann stígur á lestinu eða eitthvað sko, því annars snýst tablið bara við sko. One man army eins og Reacher. Sko þetta minnir maður aðeins á að þau erum að tala Taylor Sheridan þætti. Landmann. Já. Náði mér eiginlega ekki alveg og ég datt svolítið úr þeim sko. Já. Þú veist, ég byrjaði að horfa á þetta svo fannst mér þetta bara svona kvenkins karakterina voru aðeins svo illa skrifaði fyrir mig og þú veist, þetta var bara svona eina sem konur töluðum í þáttum var kynlíf. Já, þetta sko og þetta var svo ótrúlega skrítið eitthvað persónu. Mér sýndist þeirra að vera svolítið umdeldir, ég hafði mjög gaman að þessu, kannski aðalega Billy Bob Thornton sko. En aðeins og þund. Já, þetta líka svona, þetta var ég held að svona þarna eiginlega flæðir þessi matsjóismi Taylor Sheridan eiginlega bara yfir bakka sína og og hann náttúrulega svona matsjó. Já, þetta náttúrulega bara kallað toxic og endanlega kallmennskar sko. En þessu í Yellowstone á náttúrulega Beth Dutton ógeðslega góður karakter sko. Nefnilega sko. En er náttúrulega snar spiluð og náttúrulega bara gengur bara á áfengi og sígarettum og rífur kjaft og lemur og drepur þess vegna allt sem á eigin að verður sko. Þarna sko líka eitthvað svona ættmóðir fyrirvændi kona Billy Bob Thornton sko, sem bara samt svona bara staðnað í skólanum í Beverly Hills 90210 bara og bara lifir í einhverjum Kardashian heimi og bara full og slötti sko. That's it sko, meira, sko. Nei, og ekkert meira og dóttir hans líka bara gerir ekki neitt það er vist í beinan kvenna þetta er svolítið gerir ekki neitt nema að vera heit sko. Og maður er ok og þetta eiginlega líka þetta hættir eiginlega að vera líka sniðut og fyndið bara eftir eitt þátt eða eitthvað það bara þarna það er halda bara áfram, það er aldrei neitt þróun það er aldrei svona persónu þróun skilur við erum bara svolítið props já, það er rosalega props með margarítur við eitthvað sundlega bakka í bíkinni og þá bara og koncept var að þær sofnuðu við sundlaugabakkann og hann var að koma og bjarga þeim af því að þær voru svo ótrúlega hann er svo mikið að redda ráðalausar og þetta var aðeins svo mikið fannst mér en svona alveg svona leikið á þessar sérita nótur en svona eiginlega held að sé orðin of kokki en svo var það ekki restin á Yellowstone sko þegar hann lagði eiginlega bara 1,5 þátt bara undir sinn karakter sko að vera að bera ofan og hnikla við hana Einmitt. Þá er þetta svona, hann er kannski árið svolítið krei. En hvað, þarf maður að fara að horfa á þessar þarf maður að fara að horfa á þessar kúrikamyndir hjá honum, Kevin Costner eða? Já, Open Range og já, ertu að tala um þetta Horizon? Já, Horizon. Já, það er nú bara ein komin af þessum sem áttu að vera 4, þetta er svolítið eins og tveir á topnum sko, hann var ekki alltaf búin að skjóta 2 myndir en fyrsta myndin fór svo hrika lilla í bíó það er ekki til staðinu sko, framhaldið sko. Það er gali sko. Já, þetta er vitleysingur, ég har alltaf sagt að Kevin Costner er vitleysingur sko. Það er þannig. Já, hann er ég held að ég góði sér eitthvað mér fannst hann vera svolítið búinn sko þegar hann allt í hennu poppar upp í Yellowstone sko, svona comeback, alveg geggja comeback sko og þá getur hann ekki einu svona klára það sko því hann þarf að fara að gera eitthvað episkan 4 mynda Horizon vestra sko Einmitt. Og bara styrtar eigin peningum í það þarf maður að fara að horfa á Avatar myndir hans Dances with the Wolves Dancing with the Wolves já, hefur ekki séð það? Nei, ég hef ekki séð það, er það góð? Já, mann fannst alveg geggja flott sko þegar þetta kom og fekk sópaði sjóskarsvælunum sko en svona eftir ég hef ekki tárt á þetta síðan þá í 90-sinu og ekkert með langar ekki sérst til þess en svona eitthvað þetta er náttúrulega eitthvað, ekki White Savior dæmi sko. Jú, hann kemur og bjargar Indiánum sko. eins og í Avatar Já, eins og í Avatar Blue Savior Einmitt Herðu, já, en jú, ég meina þú hefur ekki séð Dances with the Wolves, þá var það allir að tónlistin er alveg geggjuð Þetta er ekki John Barry bara Bond tónskáld sko Herðu, já, en það er sem sagt, þetta er staðan það er rosalega mikið að gerast í glápinu Það er bilað að gera og ég nefndi þetta síðustu smá ágjörði að fólk sé ekki að fara nóg mikið í bíó Já. Ég bara má til með að hvetja fólk til þess. Ég fór á Novocaine. Ég er búin að sjá Novocaine og Snow White.
by the way. Þú varst ekki búin að sjá Novocaine í síðasta Nei, ég var ekki búin að sjá. En við rættum samt Novocaine þá, sko. Og Snow White náttúrulega að fá, þú veist, það eina sem aðsari mynd hvað Gal Gadot ömuleg leikuna. Hún rosalega vond. Henni bara líður, þú veist, hún greinlega nennir ekki, hún talaði bara með heimnum sínum í þessari mynd, sem ekkert eðlilega fyndið, sko. Ég veit ekki, ég náttúrulega sagði, ég viðræði það hérna í þættinu sem að heyrist ekki, að ég held hún væri vond manneskja og hann bara besti að gera það aftur svo að ég slepp ekki við það. Þetta náttúrulega ég held að, hún er alveg þeim megin í Ísraels krátinu, sko. Þetta bara, hún bitch bara. Hún allavega virðist vera mjög löt. Þú veist, hún virðist allavega bara mæta á settið og taka penningana og fara bara. Já, það alveg. Þú veist, hún hafði ekkert fyrir. Hún vonda, Nornin, í þessari mynd. Og þú veist, per se alveg fullkomin í það hlutur. Hún mjög falleg, skilur. Og bara, ok, fegust, segðu þú mér, eitthvað. Og en hún bara nennir þessu núl, sko, og Rachel Zegler, hún bara mjög fín en þessi mynd alveg að tanka hún bara, gengur henni ekki illa. En það ekki bara út af einhverjum nötturum, það ekki eins og alltaf það eitthvað menningastrís Jú, örgulega, það eitthvað búið að hengja þetta á þessa Zegler þarna, það svo hún bara hang her out to dry, sko. Þetta getur verið career killer hjá þessar stelpu, sko. Það málið? Já, þegar það klínt á eitthvað svona eitt leikara leikunu, þetta út af þér, sko þá ertu orðin, sko, box office poison, sko. Shit, sko. Hún alltaf var duglega að tala Ísrael, Palestínu það þótti ekki vel gert af einhverjum. Við erum að sigla aftur í þá tíma, það alltaf best að bara grjót halda kjafti, sko, og hafa ekki skoðun á neinu. Það langt best, sko. Já, en það ekkert aðeins mynd. Ég bara hvert fólk til að kíkja með krakkana í bíó á Snow White og Snow White, sko, ég náttúrulega alveg mjög mikill Disney maður og hef haldið Disney myndum af börnunum mínum öllum, sko, en ég hef aldrei þetta heilla með minnst þessi Snow White, sko. Ég mjög hrifinn af Sleeping Beauty til dæmis, sko. Þyrnir og alveg geggju, sko. En Snow White eitthvað einmitt, en Novocaine alveg skemmtileg. Já, við fundum, sko, brú í Novocaine í síðasta þetta, við vorum að tala Arnar Tómas sem uppgötaði The Boys, hann var hérna hjá okkur og það Jack Quaid sem náttúrulega lykilmaður í þessum ofbeldis-orgíu þáttum sem The Boys eru. Einmitt. Hann þarna í þessari ofbeldisfullu Novocaine mynd. Akkurat, leikur þarna gæði sem að finnur ekki sásöku. Og það konseptið, sko. Þetta til, ég það ekki strákur sem var svona. Í alveg? Það var alltaf dett og brjóta sig og eitthvað, það ekki hugmyndum það, sko. Í alveg? Já. Jesus. Sko. Sásökin eins og leiðilegt að finna til, þá hefur hann, sko, praktískan tilgang, sko. Þetta svona report það sé eitthvað En, þú veist, þetta aðeins og löngmynd, aðeins og langdrein og, þú veist, það mætti einhvern veginn svona skera hann niður, sko, gera hann aðeins svona strömlínulagari og einhvern veginn bæta kannski aðeins svona upp á persónusköpun inni, maður var ekki alveg maður var smá sama karakterina, sko. En ég mæli þess að með henni, þetta svona góð, skemmtilega hasamynd. Já, og mikið ofbeldi. Já, allir á hann í bíó. Já, og svo, það alltaf allt önnur upplifun að horfa á mynd í bíó eða heima í stofu, sko. Já. Sko, þú átt ekki að vera góna á síma en þegar þú horfum mynd í bíó þá fólk sem alltaf fara að gera það alveg fólk kann ekki að bíó síðan sko. Nei, og eins og ég sagði maður þegar ég fór á Star Wars, New Hope og Empire Strikes Back í bíó ég hafði séð þessar myndir 1000 sinnum en að sjá þær í bíó var allt öðruvísi. Þetta allt öðruvísi upplifun af því þá allt í einu ertu inn í myndinni þú getur ekki hort eitthvað annað, þú getur ekki hugsað eitthvað annað og það bara allt öðruvísi. Bara það svona, þú veist, sjónvarsætni að vera betra og betra, skiljuru og það virðist fari bíó en þetta ótrúlega mikilvægt, sko. Já, algjörlega. Að hafa þetta, sko. Heyrðu, þá bara svo kerum við gegnum þetta, þú varst líka búin að horfa á Black Bag frá Soderbergh í síðasta þetta og í mittiltíðinni ég búin að horfa á hann líka. Heyrðu. Við getum mælt með henni alveg hyggast. Og hvernig fannst þú? Mjög góð, bara fellega fín, sko. Þetta náttúrulega Kate Blanchett og Michael Fassbender. Já. Njósnara hjón í bresku leyniþjónustinu og kallinn á að smók út svikara og það 5 mögulegir og það á meðal frúin, sko.
og Pierce Brosnan líka dúkk upp svona sem einhver yfirmaður leyniþjónustunnar sko hækku í tegn úr Bond yfir í M eða eitthvað sko nei og þetta náttúrulega bara svona Soderbergh náttúrulega úkslega klár og þetta ferlega fín leikar og þetta bara svona eiginlega stofudrama bara verið að tala og svona eitthvað refskák og mastermind í gangi sko þetta bara, fannst þetta ekki góð mynd? Bara ógeðslega góð mynd og Fassbender náttúrulega þegar hann líka nýbúin að vera í þessum agency þáttum þar sem hann líka bresku njósnar í einhverju rugli sko hvað vera typecast í þessu en þetta er bara ógeðslega góð mynd akkurat og svona bara vönduð, látlaus engin læti, ekkert verið að rempast bara bara góði leikar að svona refskákast og svona David Fincher stemming í þessari mynd svolítið þannig já, við mælum klálega með henni já, og svo náttúrulega fer fækkandi sýningum á The Monkey bíó sem að byggir á smásötu Stephen King en við Arnar Tómas báðir búin að sjá þetta og mælum með þessu já. Ekki kannski gengur að þið gefna þessi bara svona basic hryllingsmynd en þetta er meira svona eitthvað svona joke splatter, fyndið atmos og þetta er sami leikstur að gera long legs það kannski setur þetta strax í samhengi það er svona mynd sem ég geti séð já, þetta er ekkert sem að þú átt ekkert að vera neitt hrættur eða bregða mikið bara svona og svo Statham mættur í bíó í einhverju mynd sem heitir A Working Man og örugglega að lemja og berja og drepa fullt af liði og við hefum ekki séð hann að fá neitt sérstaklega dóma en þetta er eins og bara fara að fá stóra B-vitaminsbyrju til raskati að fara að sjá eina Statham-mynd með reglum millibili. Er það ekki? Þetta er svo gaman. Verður maður ekki að sjá þessa mynd? Jú. Og það verður að dæma þessar myndir á eigin forsendum sko. Það er ekki bera þetta saman við í English Patient eða eitthvað. Þetta er bara það sem það sko. Gott stöf. Og svo var þetta fyrsti þáttur í Mobland sem að það er nú allavega hægt að sjá þetta á símanum eða sjónvarpi símanum þetta er einmitt, Pierce Brosnan og Tom Hardy og Helen Mirren í svona, þetta eru átök í þekkja breskra glæpafjölskyldna Nei, ég hef aldrei heyrt þetta Nei, þetta var að vara þetta Guy Ritchie leikstýrir allavega tveimur fyrstu þáttunum og er með puttan í framleiðslunni sko. Ótrúlega afköst nýbúin að tala um The Gentleman sko, þættinans og þetta og sko ég er búin að horfa fyrst þáttinn og það er ekki meira komið þetta er svona maður er ekki einhvern veginn swept away en ég er mjög forvitin og spenntur og býð eftir þætti 2 sem ég held að koma á mánudaginn koncepti hljómar ekkert eðlilega sko. Já, Pierce Brosnan er sko höfuð annarar fjölskyldunar bara ógeðslega brútal en samt svona breskur gauð sko og Tom Hardy er svona þöggin hann sko, problem solverinn alveg sama hvað kemur upp á þá er alltaf bara hringt í Tom Hardy og hann er geggjaður bara, hann er alltaf góður en ég held að sé einhvern veginn betri en hann hefur Já, þá setur maður þessa á listan Mobland Já, og svo er sko Helen Mirren leikur sér satt konunans Pierce Brosnan svona Lady Macbeth hún er sé klárari sko, krimmahaus heldur en kallinn sko gamla því Helen Mirren er líka sko svo konunans Harrison Ford í 1923 sko Mér finnst þetta bara svo ruglað þetta svona þættirinn sem maður hefur aldrei heyrt Nei, það er bara fullvinna bara að reyna að hafa yfirsýn yfir Tóti, svo er stúdíó þættir á Apple TV Plus það er allir að tala um þessa þættir nú stúdíó, þeir eiga vist að vera geggjaðir með Seth Rogen og fleirum sem eiga bara veita svona alvöru raunsinn inn í stúdíókerfið bandaríska með eitthvað svona einnar tökku flip eins og adolescents og eru vist alveg bara geggjaðir og bara eins og allt sem kemur frá Apple TV þannig að við þurfum að hvetja hlustum til að horfa á þá Algjörlega. Og horfa á sjálfur bæta þeim á langan lista ég meina við höfum bara hvernig hefur maður tíma í þetta? Það hefur ekki tíma í þetta, það er bottom line hvernig þetta sé svo fyrir mig þegar ég er svo alltaf að horfa á sko, eitthvað gamalt efni líka í bland Þú ert mikið í Law and Orderinn og svona ekki? Jú, svo náttúrulega var ég tamdægina og tók ég 7 sísona seríu með Helen Mirren í Prime Suspect sko. 30 ára gamli þættir og eitthvað svo var ég alltaf að horfa okkur myndir ég man ekki skamtíma minnið og stofnunar minnið eru átt sko því ég veikur en ég er búin að vera að horfa eitthvað alveg crazy gott stöf gamalt Anyways, Val Kilmer heitin Þetta var högg sko samt þetta búið að vera yfirvofandi alveg í mörg ár sko. 65 ára búin að vera með krabbaminn í hálsi allar geta talað nei, hann er búin að vera alveg þannig eiginlega bara úr leik mjög lengi sko en þetta er sko ég veit ekki, hann er einn af mínum uppáhald sko
Já, það ekki? Þú að segja mér allt núna. Hvað fyrsta myndin sem þú sást með honum? Náttúrulega, ég held að eina fyrstu myndin hans náttúrulega það er Sökker, Abraham Sökker myndin Top Secret sem svona, þú veist það svona eins og Airplane bara rugl, sko. Mínu menn í Reykjavík síðdeis Auðun Georg og Kristófur Helga þeir bara hættu alltaf að tala þá mynd þeir tóku mig hringtími út af Val Kilmer ég sagði náttúrulega hringi þig en þið þorðuð ekki skilagleg, þú ert náttúrulega ógvengandi þekktur fyrir að vera frekar viðskota ítlur og leiðilegur Akkurat ég vildi bara tala um Heat Já, þú varst svolítið í Heat sko. Ég var svolítið í Heat og ég var að hlusta á þetta og ég bara ætlar hann að komast í gegnum þetta á þess að nefna Tombstone ég var svona eiginlega að verða bæði reiður og kvíðinn Ég er rétt svona á því Fældi ég ekki gert það Já, fældi því Tóti, ég hef ekki svona séð Tombstone Þetta er tjóka Nei, ég er ekki að tjóka Á ég að horfa á hann, það myndið sem þú mæli með að maður horfa á Right now Já, það er svo ógeðslega mikið macho inni hún samt ekki endilega neitt rosalega góð mynd en hann náttúrulega bara beyond, sko, hann fáránlega góður í henni en allavega, Top Secret, líka bara fyrsta myndin hans 84 og svo sá maður hann líka þegar maður var í grunnskóla í Real Genius, þar sem hann svona eitthvað svona séni, þetta svona eitthvað underground klíka, eitthvað séni með eitthvað háskóla, sko og bara fyndi, sko, hann lókst að sjarmerandi og svo náttúrulega Top Gun sem að ég sá nú ekki bíó, af því að ég var byrjaður að hata Tom Cruise strax 1985 Ég hef aldrei séð hana Nei, það er alltaf leið og svo Kilmer einhvern veginn sko, hann náttúrulega Iceman í Top Gun ógeðslega leiðilegur, andstæðingur Maverick, vondur, svona leiðilegur sko, en var ekkert sko, Kilmer vildi ekki eins og leiki Top Gun hann var þvingaður í þetta klásið einhvern samningi sko, hann hafði engan áhuga á þessu já svo verður þetta einhvern veginn svona iconic rullan hans en bara, Top Gun bara svo eitthvað umrætt koncept sko en hann Mér finnst nýja myndi fín Já, ég það til lægi Hann fekk send-off í henni Já, það er náttúrulega sko Já, þessi nýja mynd Top Gun Maverick náttúrulega bara svona eitthvað Hún sprakk, hún bara slóði gegn Já, eðlilega hún bara byggja okkur grunni hún var bara að slá í gegn á hún var komin á 100-stig þeir bara vita alveg hvað er að gera komið þetta krumpa gamla dvergfíplarn og Tom Cruise sko, sem maður getur alltaf sprengt allar miðasölur, þetta er ósamandi gamla dverg en þetta er alltaf líka því að Tom Cruise er alltaf sko umulegur, svona egoisti og fábjáni sko hann er síðasta kvikmyndastjarnan ég veit það þýr kannski eitthvað næs maður þetta er svo fyrst Mission Impossible myndin sko, þá var raðinn alveg geggjuðum leikurum með honum, Emilio Estevez og Kristen Scott Thomas og ég veit hvað þetta er allt drepið á fyrstu 10 mínúturum svo að það sé nú enginn að skikja á heilagan Tom Cruise höfu páa vísindakirkjunar og fíbl já en allavega hann gæti allavega sýnt einhvern veginn Val Kilmer þann sóma að fá hann til að leika endurtaka hlutverkið það aldrei var ótrúlega fallegt í lokamyndinu og það er náttúrulega bara fallegast og besta við þessa mynd já. Og þá er hann búin að vera með þetta krabbamein í hálsinum í mörg ár getur við alltaf að tala Nei. Þetta er alveg ofislega falleg sena og þetta er líka alltaf þá veit maður að Tom Cruise er ekki alveg snittur tilfinningum sko, og því hann hefur talað um hann á eitthvað grátið í kringum þetta en allavega Val Kilmer sko, Top Gun hann er náttúrulega ekkert stjarnan það er Tom Cruise en svo það er eiginlega Willow sko 1988 það er mín Val Kilmer mynd eiginlega, ég sko Matt Mardigan elskan í þessu hlutverki hann er svo fáránlega bara, þú veist frábær hann bara næri þessari persónu svo vel er svona villingur þetta er svona Han Solo með sverð sko. Han Solo með sverð, nákvæmlega svona villingur sem er svona góður já, svona eitthvað svona semi svona róni eða svona bara svona slæpingi sko þegar hann er hann í búrinu fær Willow til þess að bjarga sér geðveikt og þetta er náttúrulega bara þetta var ógeðslega bara vinsælmynd í late 80s og er þetta ekki George Lucas Ron Howard var leikstýrir þessu en George Lucas er heilin á bakvið þetta Jú, þetta er Lucasfilm náttúrulega mynd og þetta kemur frá og það er sko einmitt að því að sko aðal vondi skúrkurinn sem að Mardigan mest að berist heitir sko General Kale og þess að George Lucas nefnir hennan generál eftir kvikmyndagagnrinum Pauline Kael sem slátraði Star Wars til dæmi sko, var mjög brút þetta var svona Kolla Bergþórs með hauskúpur í dómum á sínum tíma sko
og það ekki nóg með það svo náttúrulega hérna svona einhver dóttir vondu nornarinnar eða drottningarinnar sem sagt snýst sko sveif með Matt Mardigan restina rosalega gæla og það er Jóhann Valli sem leikur hana og þau urðu hjón eftir þau verða par eftir þessa mynd og Jóhann Valli var alveg ógeðslega bara flott og góð leikuna og það náttúrulega og hvað endist þetta ekki? Jú, sko, svo þau saman í mynd sem heitir Kill Me Again 1989 svona Noiris eitthvað dæmi og mjög góð mynd ég sá hann í bíó og ég nýbúin að horfa á hana nema hvað, hún framleidd meðal annar af Sigurðinni Sigurðssyni það Íslands tengingin sko já, en svo sko leikur hann Jim Morrison fyrir Oliver Stone í The Doors 2 árum setna, 1991 já, það var náttúrulega rosalegt það ekki jú, hann náttúrulega bara, hann holdgerist bara einhvern veginn í Jim Morrison og það er svona allavega það var alveg talað um það á sín tíma sko, að þetta, hann beið þess aldrei bætur sko, hann nett gekk á göflunum sko Morrison var náttúrulega frábær gaur en ekkert sérstaklega geðslegur eða hugulega náungi sko og ég held að þetta hjónaband hafa nú sprungið svona eftir það og eins og hann aldrei náð Morrison alveg úr sér sko en það alveg stór leikur sko hann söng öll lögin sko og sjálfur og ekki fekk hann tilnefningu þar sko svo var hann í Thunderheart sem var Indiana þetta var Sam Shepard og svo óþekkjanlegur í True Romance sem ég var margmælt með þessum þú ert alltaf að segja mér að horfa á hana já, frábær, það er James Gandolfini einu sín fyrst og þar leikur hann Presley þegar Christian Slater aðalkarakterinn hann sko með svona Presley leinivinnur hans í hausnum þetta ósýnlegi vinnurinn það Val Kilmer, þú fattar það ekki sko þannig og ég var að fatta þetta, þurfum við ekki að henda í svona kvikmyndalista, 2 tónn það var alveg þína myndir skilja þegar ég ekkert að fara eins og True Romance getum hendi í listan sko listi 2 tónn með myndir sem Oddur þarf að sjá já, og þið líka og þið líka þú veist ekki nota Letterboxd eða eitthvað svona forrið til að búa þetta til já, heyrðu, við náttúrulega erum svo trengir á tíma ég þarf einmitt að ræða þetta Letterboxd því voru að setja minni það í síðasta þetta já, ég sá að þú byrjar að followa mig heyrðist ekki sko en þetta er mjög skrýðið já, allavega klárum ok, klárum þetta svo það Tombstone 1993 og það er náttúrulega bara þetta er bara klikkumynd samt er hún, þetta er ekkert merkli mynd það er sko það er Kurt Russell leikur Wyatt Earp Val Kilmer leikur Doc Holliday svo ertu þarna með þú ert að tala hérna Vestran, Tombstone já, svo ertu með Sam Elliott sem er alltaf einhver mestu bara ég þarf að sjá þessa mynd töffar alltaf tíma Tóti, með klæjar mér langar svo að sjá þessa mynd þú verður ekki rómbröðum hann er hérna og svo James Cameron leikar sem dó hvað heitir hann Game Over Man Game Over Man já hvað heitir hann? Nei, maður ekki Bill Paxton já, Bill Paxton þeir eru bræður Wyatt sko og svo eru vondukallarnir Powers Booth og Terminator góði kallinn Kyle Reese hvað heitir hann? Michael Biehn þetta er bara ákslega mikið á töff gaurum sko og svo er það bara þessi Wyatt Earp saga sko og gunfight þetta OK Coral bla 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 og það með svona það gekk ókslega illa að gera þessa mynd leikstjórinn heitir George Pan Cosmatos og gerði meðal hans Rambo 2 en það er sagt að það hafi eiginlega verið búið íta hún til hliðar og Kurt Russell hafi bara klárað þetta dæmi sko bara leitt myndina til líkta og þú veist það er svona montage þú veist bara eitthvað tónlist og þeir eitthvað í slow-mo og hestum og skjóta en þetta er ekkert rosalega mikið eitthvað quality production en Val Kilmer er fáránlega góður og það er náttúrulega bara ef við viljum horfa á en Óskar sem að ég verið eitthvað alveg mælikværi þá er náttúrulega skandall hann ekki verið sko fengið verðin fyrir Doc Holliday eða Morrison þannig ef við erum að segja já, það er náttúrulega marga myndir sem að Val Kilmer er í en við erum að hvetja fólk til að horfa á Tombstone ég bara, þú veist það er bara svo ógeðslega gaman það er bara svo skemmtileg mynd og svo var Kevin Costner var með Wyatt Earp sama ár miklu stærri og dýrari og hún alltaf floppaði algjörlega gæti ekkert á móti þessu sko og það er líka einmitt talað það sko þegar Kevin Costner alltaf er að dissa Taylor Sheridan með að yfirgefa svona Yellowstone þá fyrir hann beint að gera eitthvað spin-off og fær Kurt Russell að því að sko kenningin alltaf Kevin Costner hatar Kurt Russell að því að Wyatt Earp myndina Kurt Russell rúllaði yfir Wyatt Earp myndina
þessi séritan síðan það bættur sko. Einmitt. Svo Batman Forever sem við þurfum að tala hana sem ekki góð Batman-mynd en ekki versta Batman-myndin Batman og Robin var náttúrulega verið ég var veikur, ég fór hann í bíó ég var veikur Batman Forever hvað vondukallar voru í henni eftir? Það voru Riddler og Two-Face Tommy Lee Jones og Jim Carrey og var ekki Poison Ivy var í henni líka Uma Thurman maður það ótrúlega mynd og Nicole Kidman var einhver ástarviðfangi einhver gælagnir og Joel Schumacher á eldi þarna með þessu myndum en það eitthvað off þarna en þetta var ekkert með að við Batman og Robin þá er þetta bara fín mynd sko. En þetta líka kannski hnökrin þarna þetta náttúrulega þarna sko Tim Burton að sleppa takinu á með fyrstu tvær með Michael Keaton og Kilmer var bara fín Batman það var ekkert við hann að saka en þetta var ekki góð mynd svo var bara George Clooney fenginn og líka sko Tommy Lee Jones náttúrulega bara þoldi ekki að leika mútið Jim Carrey sko var alveg bara hann svo rosalega stífur sko þungur sko þoldi ekki þetta kanadíska Tommy Lee Jones bara ennþá á lífi hvað hann orðið? 80.000 ára gammal? 80 plus og Kilmer hefði geta haldið áfram að leika Batman sko nema náttúrulega þeir held að það fór ekki vel á með þeim honum og Schumacher sko það þannig þetta er líka Joel Schumacher líka ógeðslega leiðilegur og erfiður í samstarfi sko. En hvað verður hann eftir þetta Batman fíasko? Það er bara ekkert bara allt í gúti sko bara Heat kemur sama ár það er Heat besta glæpamynd í geimi sko svo mynd sem að bara eins og ef þú spilar Grand Theft Auto leik það er alltaf bara Heat þeir eru greina bara alltaf að taka Heat einlega bankareiningadótið sko hann er bara 78 ára gamall Tommy Lee Jones hann og Al Gore voru herbyggisfélagar á heimaustinni í háskóla sko. hann bara hefur bara litið út fyrir að vera svona gamall í svona langa tíma sko. Jésús svo er alltaf Heat sem þarf alltaf að hafa mörg orður Michael Mann bara á styrum sko. Unbelievable mynd gaman að segja frá því að ég er að hlusta á hljóðbókina Heat 2 sem Michael Mann gerði með einhverjum svona rithöfundi og ætlar að held ég að tala þetta í x mörg ára hann ætlar að kvikmynda þetta og það er mjög áverð sko því að þetta er bæði prequel og sequel einhvern veginn bara skáldsaga sko þannig að við fylgjum þarna með einhverju ráni hjá þessu Robert De Niro gengi í fortíðinni og svo er sem sagt alltaf Chris, Val Kilmer persóna er alltaf eini gæin úr genginu sem að drafst ekki í Heat sko Ashley Judd stóð á svölunum og var konuna sko signalan að koma ekki inn sko þegar löggan var að bíða og hann er að segja þetta svona bara útlægi í núinu og svona með eitthvað fantasíur bæði sko drepa lögguna Al Pacino sem að eiginlega allt fyrir það þarf að hefna hann þótt svo vænt De Niro karakterin og líka einhvern veginn að gera eitthvað dreymum að ná aftur konun og sinnum sko þannig að þetta er allt í góðu sko þetta er ógeðslega löng bók og ég hef samt verið að alltaf splittist í 20 og alltaf að kvimta samt heldur hann gera það? Já, hann er búin að tala en ég er samt hvernig allar það er vitt að finna gauðra sem að fylla skó De Niro og Val Kilmer og þeirra sem ungir menn sko, eða yngri og svo náttúrulega löggan Al Pacino er ennþá aktífur í nútíma kaplanum en þú veist, Al er komin yfir hann er ekki að fara að endurtaka rulluna sko en þetta er alveg gott stöf en Heat er náttúrulega bara einn af hápunktunum svo kemur The Island of Dr. Moreau 1996 sem er bara ein vestamynd made sko, hræðileg þetta er bara skelfileg sko hvað er þessi mynd? Þetta er ógeðslega fræg saga The Island of Dr. Moreau þetta er svona, þetta myndur sennilega heita sko Eyja Kára Stefánssonar sem hún var í staðfæri þetta er svona að Dr. Moreau er að gera gena samkrulls-tilraunir á dýrum búa til bara eitthvað svona ný dýr sko og Marlon Brando er Dr. Moreau Val Kilmer átti fyrst að vera Dr. Moreau en svo kom eitthvað upp á og þetta er alltaf bara þetta er stjórnlaust rugl sko og þetta er sem sagt byggt á H.C. Wells skrifar sko skáldsöguna og Brando alltaf bara hann var alltaf svo klikkaður sko nefndi ekki að læra línuna sínar og var hann bara eitthvað bara seeing is believing ef við getum lagt þetta á ykkur þá er hún er áhugaverð
fyrir eitthvað hluta sakir, en þetta eru bara David Thewlis var þarna svona stíga sem fyrstu skrefveldi í bíó, hann endaði með að setja upp með hlutverki sem að Kilmer vildi ekki taka, og hann var það bara allavega, ég held að John Frankenheimer eitthvað leikstur bara, ég vil aldrei bara heyra minnst á þennan Val Kilmer ever again, bara hann gat alveg verið óþólandi. Og var hann svona erfiður? Já, og Brando líka náttúrulega bara legend í að vera erfiður bransanum, sko. Já. Þetta var Val Kilmer þá svona eins og alveg Brando Já, svo eins og erfiður. Ég bara synd, sko, ég hlusta á ævis og Kilmers fyrir bara 2-3 árum, sem heitir Amir Huckleberry, í svona frægustu línunars í Tombstone, og mér minnir að þeir hafi bara verið svolítið að buddiða, sko, Kilmer fór Brando til svona boða menn heim til sín ef maður var að vinna með þeim og talaði svo bara eitthvað steipu, en ég held að þeir hafi verið ágættið saman, sko. En ekkert af þessu drepur, sko, The End of Tomorrow hefur náttúrulega verið karrierkiller, sko. Það er bara, en svo hann þarna í Ghost of the Darkness 1996, þá var hann með Michael Douglas, þá var einmitt það svona 1923 dæmi, þá var Michael Douglas svona Spencer Dutton gaur sem að fellir vond ljón sem að trufla brúasmíði hjá Bretonum, sko, og Kilmer verkfræðingur sem að kemur að reisa brúna og þarf að standa í stappi við þetta ljón. Ég bara ekki séð einustu mynd, það sem þessi þáttur að gera mig grein. Og svo náttúrulega hann dýrlingurinn, The Saint, sem að hvað ári kemur svo mynd? 1997. Já, við erum ennþá 10 ára svona. Já. Hvernig fer þetta svona þegar kemur að aldamótum og svona, hvernig fer þetta lítið út hjá honum? Já, þannig alltaf bara aktív, sko, Red Planet 2000, það var eitthvað svona hryllingsstemning á Mars. Já. Og svo kemur svona þungi stundum Salton Sea, ég man var lítið eftir henni, það var svona drungaleg saxofón, eitthvað noir drama, sko. Svo leikur hann alltaf í Wonderland 2003, þá leikur hann John Holmes, sem var frægasta titling klámyndasögunar, Wow. Og svo stór, sko, sama típerinn og Mark Wahlberg byggður á í Boogie Nights. Wow. Þú kemur alveg að fjöldum? Já, ég kem alveg að fjöldum. Ég veit ekki neitt. Þú tekir ekki John Holmes, sko. Ég hef ekki séð neitt og veit ekki. Það talaði að, sko, þegar hann dó, þá var limurinn á honum flegin og notaði til þess að bólstra sófasett. Nei. Hjál. Já, Wonderland. Og svo hann alveg, hann alltaf að leika bara eitthvað, þú poppar upp í Entourage þáttunum, svo hann leikur hann í Entourage þáttunum? Já, svona, þú veist, einn episód, sko, hann var svolítið að detta inn svona það var náttúrulega geðveikið þættir. Já, svo hann leikur hann alltaf pappa Alexander Smikla sem að, hvað heitir hann, Penguin-gaurinn írski leik Alexander Colin Farrell. Já, Alexander leikur sem sagt pappa Val Kilmer leik pappa Alexander, Angelina Jolie leik mömmuna, sko, það er allt mjög sannfærandi mjög great casting. Þetta minnum að Entourage-dæmið, fólk að tala að Studio sé svona eins og Entourage, minnir svolítið á þá. Og svo náttúrulega var hann í jólamynd frá Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang með Robert Downey. Það geðveik og hann að vera ógeðslega góður, sko. Vá, hvað það er góð mynd, ég var búin að gleyma henni. Já, leikur Gay Perry. Bara shit, mér langar að horfa aftur á þá mynd, sko. Nefnilega. Það er geðveik mynd, sko. Já. Þetta er svona, af því að var þetta í Shane Black, hann gerði svo Nice Guys, eða ekki? Jú. Sem er svolítið svipað koncept, sko. Svolítið svipað, sko. Og þeir einhvern veginn báðið svona passa svo vel í þessar rullur hann á þessum tíma. Já. Robert Downey Jr. og Val Kilmer, sko. Já. Og þeir eru alveg frábæri saman. Já. Vá, hvað ég er búin að gleyma þessar mynd. Já, hérna sér þið. Þetta er svo bara Þetta var 2006? 2000 Kiss Kiss Bang Bang 2005, já. Svo er hann bara raðarna í myndum, hann er í Deja Vu með Denzel og sko Comanche Moon. Hvenær hættir hann að leika? Hvenær fyrir það svona síg á seinni? Ég er ekki, sko, síðasta appearance er í væntanlega Top Gun. Já. En hvað var svona rétt ára hann greinist 2014 með þetta krabbamein. Var hann eitthvað að leika eftir það eða hvernig var þetta? Það er rosa lítið, sko. Ég var að horfa á Kill the Irishman daginn, það er 2011, hann var þar. Kill the Irishman? Já. Sérst ekki Irishman? Nei,
Kill the Irishman það ég bara, Ray Stevenson leikur The Irishman sko, okkar heitinn Ray Stevenson, það allir dánir við erum alltaf að tala dáið fólki í þessu podcasti það er svolítið bara þeir góðu er svolítið að flýsast af þeim sko nei, ég er svona bara skauti gegnum það, hann náttúrulega það er ekkert svona kannski sem stendur upp úr en það er já, og svo náttúrulega er þarna leikurinn 2014 þarna í Tom Sawyer and Huckleberry Finn hann var sko hættur hann var dýrkar Mark Twain var með einleik alltaf var að leika Mark Twain á sviði bara rosalega upptekinn á því og já, ég man þetta hann var í The Snowman 2017 með Fassbender sem Harry Hole þetta er einn besta Harry Hole bókin eftir Jón Nesbø sem var að þessari ömurlegu mynd ég er náttúrulega á þessa bók þú eru að fara að lesa hana hún er ógeðslega góð hún er á listanum hún er frábær sko en myndin var þvílík vonbrigði ömurleg það var líka þetta var eitthvað Fassbender fór sko svo eitthvað hratt niður sko það var alltaf komið í ykkur sem átt að vera gott já, svo var nú Jay and Silent Bob reboot hann Kevin Smith fekk hann var hann mjög veikur sko fekk hann til að leika ég eftir að sjá það mynd já, ég hef nú séð allt Jay and Silent Bob maður já, þetta er reboot sko, þetta er frá 2019 já, þetta er nýja mynd þeir eru komið veg fyrir að vera gefin út einhver bíómynd Bluntman og Chronic eitthvað og Val Kilmer er í cameo leikur Bluntman í bíómyndinni sko. mjög gott og þetta eru menn úlingsára minna já, og Kevin Smith var með mjög fallega færslu á einhverjum af þessu samfélagsmiðlum sem var að sko segja hvað var auðvelt að Kilmer var til í þetta og hann sendi, þetta var bara að skrifa skilabóð já, röddin er nú ekki alveg komin hjá mér sko, en ég veit nú ekki alveg þá bara, já, bara þú passar alveg í þetta hlutur sko, ekki mikið að tala það er 2019 og 6 ár síðan já, og svo er það bara 2022 þá er hann í Top Gun Maverick sko og that's it en það er líka þegar ég var bara að hlusta á þess að æfisvegans ekki alls lengur, mér verið að hugsa svolítið til hans sko, og ég bara var eitthvað að hugsa hann bara yfir uppvaskinu bara helgin held ég, svo er hann bara dáinn var þetta fýtt góður það? Nei, hann var, ég finnst að segja, sko, það fer voru svona tveimur sögum, sko, hann gat verið náttúrulega bara douchebag, ógeðslega erfiður stælóttur og erfiður í samstæðu svo eru aðrir sem bara góð maður sko, og ábyrðu og skildi hann eftir eitthvað börn? Já, hann og Joan eignust 2 börn Mercedes og Jack held ég þetta eru krakkar aðeins eitthvað yngri þú en já, svo var hann var líka svona fyndið í þessari æfisögans hann er svolítið svona að fara yfir sko, þær konur sem hann hefur sofið hjá sko. Þetta er svolítið algengt hjá þessum leikaraköllum hann var með Cher og hann var með Cindy Crawford og Angelina Jolie og Daryl Hannah og svona duglegur í deitinu sko duglegur í deitinu en endast aldrei endast ekki og Cher þau voru samt, hann talar óslega vel Cher í þessari bók, hún er alltaf tölvöld eldri sko. Og hún var ekkert að kasta á hann kveðið á Instagram X sko. Bara þú gast verið óþólandi og æðislegur og frábær og bara falleg kveðið sko. Ja, hann var erfiður sko, í samstarfi en svo eftir hann veikti sko, hann var svona listmála mikið sko. Já, alveg rétt og var svolítið virkur held ég bara byrja á Instagram með einhverja drastl miðlum bara til að fylgjast með honum sko. Hann var mjög svona persónulegur var hann byrta mikið á Insta? Já, einhver með þessum miðlum sko. Svo bara einmitt hvarfan bara, en þá var það bara svona plugga myndlistina sína og Mark Twain og svo upptekinn að þessu Mark Twain einleik hana en ég held að einstinni hafði þetta verið besta skinn sko. Og rosalega náttúrulega bara þú ferði yfir hann sko, þennan katalóg sko. Þetta er náttúrulega rosalega mikið af bara góðum myndum og hann er vel alltaf góður og mikil breyti í honum sko. Hann eldist nú alveg vel, hann var nú alveg myndalegur Já, þá kallar bara, maður sér náttúrulega bara þessi krabbamins meðferði náttúrulega rústar honum svolítið sko. Bara hálsinn hverfur svona ég sko eitthvað myndband á hann frá því í febrúar sko, hann er alveg farin sko. Já, hann er svona þegar þetta sé svona 2-3 síðan hann bara eiginlega hvarf sko. Einmitt en já, svo held ég að það var nú verið nefnt við því þarna á bylgjunni að það er heimildamyndin sko, Val sem að
hann sem sagt gerði með held að sonrar sjá líkum að tala vera narrator sko, þeir eru ekki með líka raddir vegarnir sko en hann var svo duglegur að teipa hann var alltaf með vídeotöku við á sér, þannig að hann átti bara lífsitt alltaf á teipi sko. Wow. Þetta var merkilegur maður og 65 ára löngu dottinn úr bransanum hann var orðinn óvinnufær en paldi, hann var 65 ára þetta er kornungt, galinn aldur til þetta já, fáránlegt hann deyr úr lúnabólgu sem drepur hann er búin að vera svona hálskrabbamein hefur svolítið verið að leggjast á þá sem að ég hef mestu metum sko Bogart uppáhaldsleikarinn minn Ever, hann dóur hálskrabbameini hann náði nú bara að vera 57 ára sko. Og Hrafn Jökulsson, besti vinur minn hann var nú ekki, hann náði ekki 60 sko, hann fekk krabbameini í hálsinn sko. Hann er í rauninni sko, Kilmer hafi verið að deyja fyrst núna eftir greiningu 2014 líka svolítið bara galið hann tórði ótrúlega lengi þannig að við erum að fara að horfa á Tombstone Já, ég myndi alltaf mæla með Tombstone fyrst sko og svo alltaf Hver er svo? True Romance? Já, það er bara það líka bara fyrst frá honum, hann alltaf er mjög lítið í True Romance sko True Romance er bara mynd sem allir eiga að sjá en ég meina sko, Heat er líka, þetta er allt svona sumarsmynd, maður standa alveg líka á það er svo margt annað en bara að þú setja prófa eitthvað geggjaðan Val Kilmer sko einmitt og ég er svona að spá ég að kíkja á The Door sko, ég er bara eiginlega þorið ekki sko því að sko, Morrison greinilega fór svo illa með Kilmer sko og ég gekk að göflun með að sjá þess mynd sko, ég er náttúrulega varð óþólandi í sko andfélagslegu drykkju láta hegðun minni sko, ég var fyrir miklum áhrifum sko ég man að sko þetta er 1991 ég tvítugur og við Anna fórum saman á The Doors í Stjörnubíó og bara erum við fórum út í bíl og bara hún leita á mig bara þú átt eftir að verða óþolandi og reyndist sannspá sko. Hættulegu maður Jim Morrison og Kilmer náttúrulega bara einhvern veginn bara gerða hann bara sogaði hann inn í sig bara þannig að en þetta er bara fullt og náttúrulega bara þú veist ég myndi líka alltaf bara byrja bara á byrjunni Top Secret og og Real Genius Er Top Secret svona grímynd? Já, þetta er svona fíblagangur eins og Airplane og Naked Gun og svona Það er að koma fyrsti trailerin úr nýju Naked Gun myndinu með Liam Neeson Nei, hann var þetta eins sko fyrir sko 2 mínútum bara, við erum í beinni hérna Já, þetta getur verið gott sko En eru við ekki bara góðir, Tóti? Hvað er að tala í næstu viku? Við erum dotnir í klukkutíma 1 og 3 því bara í næstu viku Við skulum byrja að láta reyna á hvort að þessi þáttur Fá að fara í lofti Getum tala um Minecraft myndina til dæmis Já Það eru margir drífa að sjá hana Ég er rosa skeptískur á myndir sem að byggja á tölvuspilum sko, sérstaklega því að Minecraft er eitthvað sem ég aldrei skili byggja eitthvað svona þú ert með eitthvað svona kassa Minecraft, ég reyndar eiginlega aldrei skilja þetta heldur sko. Mér finnst það alveg allt í lagi en mér finnst það ekki svona þú veist, þetta er svolítið krakkadæmi sko. en ég meina gott krakkadæmi er náttúrulega, virkar allavega fyrir mig sko. En ég er svona það er fyrir ég einmitt sagði í síðasta hætti glemdi að nefna núna þú veist að horfa á Novocaine sem er eitthvað deyfilíf sko. Ég er hrættur við þessa Novocaine mynda því að ég á slæma minninga frá myndin Novocaine með Steve Martin léleg og leiðileg Steve Martin mynda sem hann er tannlæknir og það er eitthvað þetta er hann ætlaði að vera í eitthvað svona alvarlegu svolítið svona krimma íva við eitthvað Novocaine Þetta minnum að ég klára aldrei Only Murders in the Building seríu 3 Nei Mér fannst þetta bara að vera komið gott sko. eins og podcasti, komið gott meina, ég get ekki verið að gera eitthvað ágreining um það Eru það bara góðir? Eða sjá hvort þetta fær í lofti? Bara góðir hlustendur býðið æsi spennt eftir hvort þetta heyrið þetta í kvöld eða ekki og muni eftir að hlusta okkur næstu viku og bæti ykkur í Top Folk og íta follow hérna á Spotify eða Apple Podcast eða hvað sem þið hlusta á þetta gefa okkur stjörnur eða getur gert það gefa okkur fullt hús og það er eitthvað, bara senda okkur línu Það er rosalega margt sem þið þurfa að gera bara brettu börmar og drífi í þessu Það er næst